Góðan dag, ég heiti Guðmundur Grétar Karlsson og verkefnisstjóri með starfsþróunarverkefni sem hefur verið í gangi hjá okkur síðan 2018. Og þetta er starfsþróun kennara og stjórnenda í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og hvernig hún tengist þessum hugtökum starfsendurlega leiðsögn og jafningjaráðgjöf. Og verkefnið er sett upp á vegum samstarfsráðs starfsþróun kennara og skólastjórnenda og það eru 4 skólar sem taka þátt í verkefninu. Það eru 2 skólar á Húsavík, annars vegar leikskólinn Grænuvellir og svo Borgarárskóli, grunnskóli þar. Svo erum við Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Tónlistarskólinn í Reykjanesbæ. Þannig að þetta eru þessi 4 skólar sem tóku þátt í verkefninu. Og verkefnið leggur meðal annars upp úr því að þátttakendur fá faglega ráðgjöf frá háskólastiginu og það er markmið því að tengja saman betur háskólastigið og vettvanginn. Það er miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri sem hefur séð leikskólann og grunnskólann. Menntavísindasvið Háskóla Íslands sá okkur og það er ráðgjöfin þar hafa mestu leyti verið Súsanna Margrét Gestsdóttir og Guðrún Ragnarsdóttir og svo ráðgjafarlista Háskóla Íslands tónlistarskólann. Og við settum verkefnið þannig upp hjá okkur að við ætlum annars vegar að skoða starfsþróun kennara með því að búa til starfsþróunarhóp og við hittumst reglulega einu sinni í mánuði þar sem við hittumst og ræðum málin eða gerum eitthvað skemmtilegt og starfið er síðan metið reglulega af sérfræðingum Menntamálastofnunar. Og hjá okkur erum við hittumst einu sinni í mánuði og við erum 7 kennarar og 1 stjórnandi og hér er dæmi verkefnin sem við vorum að vinna að. Utanumhald, utanum nemendur, markvissari fundir, hvernig getum við gert fundina betur, hvað er góð kennsla, study body, það er verkefni til að láta nemendur hjálpa hver öðrum með námið, félagsleg færni og samvinna nemenda í hóp, hvernig við notum fjármagn í skólakerfinu, það er verkefni sem stjórnendur að gera, rafræn kennslubók í félagsfræði og kennslu yfir spænsku. Þetta er allt dæmi verkefni sem fólk er að vinna að. Og við höfum líka verið aðeins að brjóta upp fundina svo við séum ekki alltaf að gera það sama, þótt það sé alltaf gott að ræða saman. Þetta er líka að prófa nýja hluti og hitta aðra svipaða hópa og við erum. Og til dæmis fengum við þá hugmynd eftir ráðstefnunni í fyrra starfsmenntarannsóknir eða starfsþróunarkennara að hitta hópinn í MS og við bara framkvæmdum það í janúar síðastliðinn og þá bara hittumst við þessi 2 hópar. Það er náttúrulega löng hefð fyrir svokölluðum starfsmenntarannsóknum og við ákváðum að hittast og deila reynslu og hugmyndum. Lásum meðal annars grein sem við ræddum síðan. Þannig að við tókum alveg 2 tíma í að deila hugmyndum og ræða greinar og ýmislegt. Síðan ætlum við að hitta núna í október hóp frá Myllubakaskóla. Þau hafa verið að gera prófa ákveðna hluti í sambandi við það sem kallast rannsóknarkennslustund og okkur langar svolítið að heyra frá þeim og að kynna okkar í leiðinni hvað við erum að gera. Þannig að við erum hittast þeir sem eru með svipaðar hugmyndir í skólamálum og kannski víkka sjónarhringinn hjá þáttakendum. Við höfum líka verið að prófa að lesa greinar fyrir fundin okkar og ræðum það á fundunum okkar. Okkur finnst það og það er bara komið mjög vel út. Það gefur ákveðna dýpt, faglega dýpt að ræða þetta á slíkum nótum. Hefur við líka verið að prófa ákveðnar aðferðir við að ræða greinarnar. Til dæmis ABCD aðferðina sem kannski Anna Kristín hefur verið svolítið að nota. Þeir sem þekkja hana vita hvað ég er að tala um. Og svo höfum við líka verið að skoða eitthvað sem kallast heimsóknir í tíma, vettvarsaðstoð, þar sem við heimsækjum hvert annað og tölum saman tíman
við svona lögum skamt ekki upp með það að fara inn með gátlista, heldur meira kannski að skoða kannski bara ákveðna hluti inn í kennslustofunni og ræðum þá hluti eftir tíman. Þannig að þetta væri svolítið svona ekki beint verið að dæma, heldur bara verið að skoða ákveðna hluti í tímanum. Þannig að þetta kannski fór ekki alveg öllum að gera það þegar kom COVID og við vorum komin að stað með þetta rétt fyrir samkomubann og við erum búin að stúdera þetta, hvernig myndum við vilja gera þetta, en síðan kannski erum við að bíða til rétta tækifærin og að halda áfram. En þarna kannski komum við inn á punktir þarna með jafningjaráðgjöfuna, jafningjastuðninginn. Þetta svona kannski einn af þeim sem við vildum skoða betur. Kannski nánar það síðan. Ráðgjöf háskólans við vettvanginn, og eins og sagði áðan bara þetta snýst það að tengja háskólan. Hann oft kannski svolítið einangraður, sem mínum mati. Mætti kannski tegja sig aðeins meira niður. En þetta allan til þess og þetta bara komið mjög vel út hjá okkur. Ég hef bara verið í góðu sambandi við ráðgjafann sem hefur verið starfandi hverju sinni og fengi hann ráð og leiðbeiningar og hvernig við ættum að útfæra ákveðna hluti. Það hefur alltaf verið mjög gott að hafa eitthvað svona bakland og eitthvað til að ræða við þessa hluti. Ég líka fengið ráðgjafann til að halda kynningar umfjallar ákveðin atriði, eins og til dæmis ég heldur við kynningu starfsendaransóknir og rannsóknarspurningu. Ég hef líka fengið ráðgjafann til að velja að finna grein til að lesa, eða greinar og svo framvegis. Og hann er líka gefur oft komið til okkar að fundi og verið svona þáttakandi til hals og traust. Það er hægt að spyrja hana ákveðna hluti og spyr svona hvetjandi spurningar og bendir á leiðir til að gera enn betur. Þannig að þetta hefur bara komið mjög vel út í okkur, þessi hluti, að vera með ráðgjöf frá háskólanum. Og verkefnið hefur verið metið mjög markvisst. Það er alltaf verið svolítið sótt í það að fá að koma og leggja fyrir mat og fá að hlusta og heyra. Við höfum alltaf tekið því og leyft það. Og það sem hefur kannski rammeta svona kannski svolítið svona hnitt með hvað hefur komið út úr þessu. Þá kannski tala gjarnan að þær segist að hafa lært hver öðrum og eru ánægðir með þessa sameiginlegu fundi. Og það er matsmanna að þetta séu alveg skýr einkenni lærdómssamfélag. Og svo kemur þetta kannski inn á þetta með jafningjastuðninginn, að það að hitta svona reglulega, að ræða svona fagleg málefni og fá ráð við hinum. Þetta er svona það sem við kallum góður jafningjastuðningur, jafningjaleiðsögn, ef við nota það orð. Svo kannski er hinn vinkillinn á þessu verkefni. Það er sem sagt starfsþróunin í FS. Ég vona að þið sjáu þetta. Það er sem sagt, við erum búin að skoða og kortleggja hvernig við getum mögulega aukið og bætt starfsþróun kennara og stjórnenda hjá okkur. Og þetta byggir allt á sýn og stefnu skólans sem við störum eftir. Svo svona ákveðnar ytri aðstæður. Við erum með til dæmis kennsluráðgjafa í upplýsingatækni sem hefur náttúrulega komið mjög vel sterkt út að hafa slíkan aðila í allir þessari fjarkennslu sem við höfum þurft að vera í. Við erum með stofnanasamning og þar inni erum við með svokallað alúð, þannig að fólk safnar punktum, það tekur námskeið og fær þá þau metin og getur þá leitt til launahækkunar eftir ákveðin mörg stig. Síðan erum við með svokallað kennslumat og starfsmannaviðtöl og þar er hægt að getur átt sér stað ákveðin starfsþróun. Svo erum við líka með það sem kallast úttekt áfanga. Það hefur svolítið verið að einblína áfangana og sjá hvernig við getum gert það betur. Síðan hefur við svolítið gefið kraft í erlenda samstarfið.
við réðum núna fyrir árið síðan verkefnastjóra og hann hefur þá haldið utan þetta Erasmus verkefnin sem snýst það að vera í samstarfi við aðra skóla, senda kennarar og nemendur erlendis og svo framvegis. En þetta hefur kannski aðeins dottið niður núna út af COVID ástandinu. En vonandi verður það betra fljótlega. Síðan það leiðsögn kennara. Við sjáum allan ákveðin tækifæri þar að gera betur. Við erum með það sem kallað svona móttökuáætlun fyrir nýja kennara og það er svona kannski meira svona praktísk mál, tölvubúnaður, ljósritunavél, hvert á að fara til að gera þetta, en kannski vantar hans meira dýptina að leiðsegja kennurum nýjum kennurum í kennslunni og við ætlum að reyna að gera áætlun það hvernig við getum bætt það, hvernig við viljum hafa það. Ég tel að það geti falist töluverð starfsþróun í því að fá góða leiðsögn í byrjun starfsferilsins og mikilvægt að það sé staðið vel á þeim málum. Svo höfum við verið með menntabúðir, það er svona samstarf við önnur skólastig á svæðinu, þá hefur við oft verið með svona þemu, þá hittust við einu stað og svo getur fólk farið eftir áhugasviðum á ákveðna staði. Svo náttúrulega er starfsþróunarhópurinn sem við talaðum á hann og það er svona eins og var sagt í matinu, þetta er svona ákveðið mat á lærdómssamfélaginu, eða bara, það kom í ljós að þetta hefur verið svona vísir að lærdómssamfélagi og þarna skiptir kannski mestu máli jafningastuðningurinn og gaman líka að prófa að fá þessa ytri ráðgjöf frá ráðgjöfunum, frá skólanum. Síðan höfum við verið að nota fundatímana og svona kannski skólinn hefur líka sótt eftir því að halda námskeið fyrir kennara sem hefur kannski ekki gert áður með því að nota SEF sem er svona samstarfsnefnd við endurmenntun framhaldsskólakennara og við heldum eitt slíkt námskeið núna í byrjun skólaársins en við erum alltaf að skoða þessa fundatíma hvernig við getum nýtt á með þá starfsþróun í huga, til dæmis að halda örnámskeið eða vera með góð erindi eða svona umræðuvettvang ákveðna hluti í skólastarfinu. Og svo náttúrulega það síðasta, það er náttúrulega bara ráðstefnur og skólaheimsóknir. Það er ýmislegt í boði þar. Þannig að þetta er svona í grófum dráttum svona hvað er búin að kortleggja, sumt erum við stöndum vel af í og annað kannski þurfum við aðeins að bæta í eins og til dæmis leiðsögn kennara. Næstu skref, verkefni klárast formulega nú áramót og við erum að vinna jafnóðum í ýmsum þáttum varðandi starfsþróunarmódelið, til dæmis eins og sagði hann með skipulag fyrir leiðsögn nýrra kennara og það er mikilvægt að við höldum áfram með þetta sem við gerðum í þessu verkefni, að halda áfram með að hittast ákveðin hópur og ræða skólamál, kennsluna, námsmatið á jafningagrunni. Ég held að það sé mjög mikilvægt og fólk fær mikið út úr þessu eins og kannski kom fram í matinu. Læt þetta duga. Takk fyrir mig.